Alessandra, þú ert komin í Ásgarð í Garðabæ. Hvernig tilfinningin að vera skrifandi hjá Stjörnunni í dag? Bara mjög skemmtilega. Ég er bara ánægður að vera komin aftur. Ég spilaði hérna þar síðasta tímabili og leið mjög vel hérna, þannig að ég er bara mjög ánægður að vera komin aftur. Hvernig líst þér á þennan hóp sem að myndast hjá Stjörnunni fyrir komandi tímabili? Mér líst bara mjög vel á það. Þetta eru mjög ungar stelpur, alveg 9. og 10. bekkur og upp, og þetta er mjög ungar stelpur og mjög duglegar, flottar og mjög skemmtilegur hópur. Skemmtilegt andrúmsloft og svoleiðis. Myndirðu segja mikilvægt fyrir Stjörnuna núna að taka þetta skref og fara aftur inn í að vera með meistaraflokk? Já, ég held að það svona eitthvað fyrir yngri stelpuna líka til að líta upp til, þú veist. Þú ert í 1. og 2. bekk og það er engin meistaraflokkur, þá er kannski ekki til að hlakka til eða hafa neina fyrirmyndir, en þú ert með eitthvað svona meistaraflokk, stærri og eldri stelpur, að þá er alltaf svona gott að hafa fyrirmyndir. Já. Nú erum við að horfa fram á fjölmennustu fyrstu deild kvenna sem sést hefur. Hvernig líst þér á þessa 9 liða deild sem er að vera til? Mér er bara mjög skemmtilegt, það er bara svona frábært að fyrsta deildin er að styrkjast og fleiri liða skrá sig eins og Ármann og Vestri, og það er bara mjög skemmtilegt og það er bara flott tímabili og fleiri leikir og... Spennt fyrir nýja tímabili? Já, mjög svo. Takk fyrir. Takk sem leið.